Komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpi sögu skoðun. Við erum mættir hingað aftur, við félagarnir Ólafur Hersir Arnaldsson og Andri Jónsson. Komdu sæll Ólafur minn. Blessaður. Jæja, hvað segirðu þá? Nei, ég sé allt gott eins og vennilega. Það er svona ég tek sérstaklega eftir því núna hérna fyrir norðan að það er loksins orðið eitthvað bjartar og bjart á mótnana og sól og svona. Ég sá sólinu fyrsta skipti núna, hvað þessi 2 vikur síðan. Það er munur, það er mjög gott. Það er gott. Við erum komin hingað saman í Hlaðvarpinu sögu skoðun til að ræða sögu sagnfræði og eins og fyrir daginn ætlum við að gera það. Við vorum hér í síðustu viku að ræða Al-Andalus og talað sól og suðlægar slóðir. Þá var nú talað Al-Andalus, veldi múslima á Spáni sem paradísaríki sem að múslimar mistu og það er kannski óvægt að segja að Spánn sé nú hálfgert paradísaríki þegar kemur að veðurfari. Já. Margir sem að flýja þangað yfir vetramánuðina. Ég er einmitt að fara þangað núna í loka apríl. Það er kannski einhverjir hlustendur sem liggja á ströndin í Alicante eða Tenni eða eitthvað að hlusta á þetta. Þannig að það er kannski, við byggðum að heilsa í sólina. Við byggðum að heilsa í sólina. Ég glemdi líka að segja, ég senast á þetta, meira að segja forfeður okkar sigldu nú þarna suður eftir í Víking og börðu á Andalusíumönnum. Einmitt. Menn fóru þarna í Víking. Já, þetta við ætlum að ræða þetta núna. Við vorum sérst að ræða sérst ríki múslima á Spáni og töluðum þetta mikið ríki kristina á Spáni og í dag ætlum við að tala þegar að kristinmenn lögðu undir sig ríki múslima á Spáni og stofnuðu það sem er í dag, basically, Spánn og Portúgal. Og ég verður ekki þetta er svona þessi saga sem að maður oft verið svolítið svona ignorant við, sko. Maður er ekki haft mikið áhuga á þessu og það er svo margt svona sem við ræðum í hlaðvarpinu hérna. Að þú veist, maður ákveður að tala eitthvað svona sem maður hefur svona aðeins basic kunnáttu og svo byrjar maður aðeins að fræðis það og þá sér maður hversu áhugavert það er. Það er alltaf svo áhugavert þegar maður byrjar að fræðis það, sko. Algjörlega. Og þetta er stórmerkilegt hvernig Spánn varð til. Jó, og sérstaklega er náttúrulega ef maður lítur það sem svo, það er náttúrulega eins og tölum í síðasta þætti að múslimar koma þarna og ráðast þarna inn og það vindur upp á sig og svo leggja þarna undir sig þetta landsvæði, þannig að það sem byrjaði sem í raun og veru kannski ránsleiðangur vatt upp á sig og varð að landvinningum. Og einhvern veginn tókst þessum smá kristnu ríkjum að tóra þarna upp í fjöllunum og svo hægt og rólega verða þá kjarnin sem með tíð og tíma, og þá erum við að tala sko mörg 100 árum, tekst að snúa þá vörn í sókn og leggja þetta síðan allt undir sig. Já. Og svo myndast þarna þessi 2 ríki þá, Portúgal og Spánn, sem eru þessi 2 ríki sem við þekkjum í dag. Sem að verða síðan þetta bara strax í framhaldi af þessu, bara einhver mestu heimsveldi samtímans út af versluninni við Ameríku og einmitt eins og við vorum að tala árið 1492 er svo merkilegt, það er árið sem Granada féll og það er líka árið sem þið fundu Ameríku, upphafa einu og endur öðru en Reconquista, endurheimtin, múslimar réðu Spáni í næstum því 900 ár eða eitthvað 800 eitthvað ár eða 700 eitthvað ár frá 711 til 1492. Já. Hvernig staðsetjum við þessa endurheimt? Hvað erum við að tala að hún byrji svona sko, fyrsti sigur kristinamanna yfir herjum múslima er mjög fljótlega eftir 711, það er á 8. öld. Já. 732. Ég held ég að setja 36 í síðast þetta en það 732. Einmitt. Þá er ég að vísa í Karl Hamar og orðstöðuna við Tours eða Poitiers eða hvað maður vill kalla hana, þá í miðju Frakklandi. Sko sumi myndu vilja byrja endurheimtina þar. Því þá er þessi þensla múslima stoppuð í Evrópu. Einmitt. Og þá, eftir það þá hörfa þá múslima suður fyrir Pyreneaskagan og einblína þá bara á það að styrkja ríki sitt
á Spáni þá eða Íberíu skaganum með þá smá kristinríki alveg í norðurhlutanum. Já. Ég var nú reyndar að tala um hérna orustunum við Covadonga Já, sem svona í kringum 720 sem við stundum talið svona upphaf rekonkista þegar það er í fyrsta sinn sem kristni menn sigra gegn Spánverjum á Spáni en það er þetta svolítið verið að tegja lopanum með því en það er einmitt líka með þetta, þú veist einhvers stað verður maður að setja upp á Spán sko. Maður getur sagt að sé svolítið loðið hvar þú vilt byrja og menn geta komið með mismöndu rök fyrir því en það er líka þetta að því að sko eins og ég var að segja að maður hefur ákveðna mynd af hlutunum í hausnum áður en maður byrjar að sko áður en maður byrjar að lesa meir það og svona en og, ég hef alltaf séð fyrir mér sko þetta rekonkista eða endurheimtin að þetta sé eitthvað svona eitt stríð með upphá að endi skilur einmitt en sko en við erum að tala sko 800 ára tímabil skilur, þetta er sko bara kynslu eftir kynslu eftir kynslu eftir kynslu eftir kynslu eftir kynslu eftir kynslu af fólki sem er bara sko þú veist, einn góðan veðurdag mun Spánn verða kristinn aftur og svo deyr hann og svo kemur sonur hans einn góðan veðurdag mun kristinn mun Spánn og tímabil sko, og fjarlæðin í tíma sko, þegar að kristnimenn taka Spán að endanum fjarlæðin frá því að Spánn var upprunnilega tekin af múslimum er sko jafn langt og eða svona svipa langur tími og frá nútímanum og aftur til hvað fall Konstantínópel skilur já alveg ekki gríðarlega langur tími þannig að þetta er ekkert eitthvað svona eitt stríð þetta er náttúrulega bara svona Nei. og stundum með stríð og stundum með friður og stundum með samvinna og hernaður og eins og sést þetta þegar ég vísa þetta bréf sem hann Fernando fyrsti þá greifi af Kastilju hvað maður vel kalla hann að til dæmis sko það er síðan 1038 og sko bakgrunnurinn ástæðan fyrir því að okkur hann Fernando skrifaði þetta bréf var jú að konungurinn af Toledo sem var þá múslimi, Ísmael hann sendi Fernando bréf og baða hann aðstoð því hann var að safna saman her og ætlaði að ráðast á konungsríki þá Saragossa sem er borg í núverandi Katalóníu það var múslimi, þannig að þarna var sko íslamsku leiðtogi að senda bréf til kristins leiðtoga að biðja hermenn og stuðning til þess að ráðast á annan múslima og þá einmitt fékk hann þetta bréf sem seinni tíma sem kannski frá okkar sjónarhóli í dag var ákveðin svona þáttaskil það sem að þá Fernando segir sko við krefjumst þess að fá landið okkar aftur og hann neitar það hjálpunum sem var ákveðið sjokk og kom Ísmael á óvart. Hvað ár var þetta? Þetta er 1038 einmitt, já þá segir ég með Fernando, þú veist, nú við krefumst þess að fá landið okkar aftur sem við mistum fyrir löngu og hérna, nú er Guð búin að ákveða að núna er okkar tími og núna mögum við endurheimta þetta hafið þau á brott og farað aftur til Norður-Afríku þannig sem hann kemur. Já, einmitt, já einmitt, já og sumir hafa velja líka hérna segja að endurheimti kannski byrji þarna einmitt þetta er kannski breytt líka hans hugafar já, það er þetta mjög góða punktur en samt eins og ég sagði, þú veist setna meir, þá voru samt þessir kristnu höfðingjar að berjast með múslimum og voru vinir og fóru á milli hirðarinnar hinum á þessum borgum og konungsríkjum og myndu tengslanet og allt slíkt og svo mættust menn á vígvellum líka og börðust en sko þegar múslimar eru búin að taka eða Umayyada ríkið er búið að leggja undir sig 90% af Íberíu skaga þá erum við með smá svæði þarna nyrst í fjöllunum og við þarna strandleggjuna sem að eru svæði sem að það er basically vísigótar eða afkomendur vísigótar sem stjórna þá ennþá þar og svo baskar líka sem er ævaforð þjóð og þar verður smá miðstýring samþjöppun valds og þar verður til ríki sem er kallað konungsríkið Astúría sem er svona strípa með frá ströndinni og Astúría er forfæðir Spánar að þessu leyti, það er frá Astúríu sem
sem kristnuríkin áttu eftir að þenjast út næstu á aldirnar. Hvað getum við sagt þetta Astúríuríki? Eru þetta vísigotar eða? Í að hluta til þá er ekki að rætti síðan þangað en maður getur kannski frekar sagt að þetta sé svona þessi hvað við blanda fólks þarna á Íberíuskaganum og sérstaklega þarna það sem þú varst þú ert með Baska á þessu svæði þú ert með einhverja kelta, þú ert með Rómverja, þú ert með kelta sem hafa gerðist Rómverja, þú ert með vísigota, já eitthvað svona blanda þarna og náttúrulega megin ástæðin fyrir því okkur þetta svæði þarna fjall ekki undir múslima var vegna þess að það var rosa mikið eftir neinu að slægjast þú veist, þetta er svona jaðarsvæði, fátækt jaðarsvæði, þetta er fjöll það er ekki þessi virði að ráðast þarna inn og leggja undir sér land það eina sem kannski var þessi virði var að ráðast þarna inn með svona minni í minni herleiðangra til þess að ná sér í þræla sem náttúrulega múslima gerðu mikið og það er svona líka þú talaður það þetta var svona frontýrsvæði, ég veit ekki hvað myndum að kalla þá íslensku, svona framvarðasvæði eða eitthvað slíkt svona já, svona víglínu, jaðarsvæði framvarðasvæði flott allavega og það er svona til dæmis, það er ekki tilvíðun í dag að það er svona rosalega mikið að köstulum á Spáni og vígirt klaustur og vígirta borgir og bæir og virki út allt það er náttúrulega vegna þess að þetta var samfélag sem bjó við stöðugan herna þar sem bæði kristinmenn voru ráðast inn í Íslamsku ríkin til þess að ræna og rupla og múslimarnir ráðast inn í kristnuríkin og ræna og rupla og menn voru að taka þræla og báða bóa og selja og allavega slíkt. Algjörlega, og það er nefnilega góð punktur vegna þess að við vitum það auðvitað og það er auðvitað eitthvað sem er oft talað þetta með að múslimar auðvitað voru að taka mikið af þrælum og það er auðvitað eitthvað sem menn vita en kannski minna tala er að kristnuríkin voru auðvitað líka á þessum tíma í þrælahaldi þangar til það að endanum var lagt af en á einhverjum tímpúnti en það var auðvitað tíðkaðist ennþá í Evrópu fyrir árið 1000 þrælahald Algjörlega og svo kannski fyrst og fremst þetta Astúria ríki var svona auðvitað bláfátækt maður geti kallað svona villimannslegt fjallaríki þar sem að menn voru alltaf eins mikið að berjast á móti hvora öðrum eins og voru að berjast á móti múslimum en kannski þetta ríki út af fólksfjölgun og pressu þá að landsvæðin heima fyrir hægt og rólega þandist út og svo mynduðist þá líka fleiri ríki þarna, þetta Astúria var síðan að León og svo var til þarna Kastilja og Navarra líka svolítið svona veldi Baska þarna á þessu svæði og það er þá nær í Pýreneafjöllunum Navarra og svo svona hægt og rólega líka um árhundruðin eftir því sem þessi lönd endurheimta hægt og rólega þá notum það orðið að þá sprett upp úr þessu síðan önnur ríki eins og síðan Portugal og Aragonia eða eitthvað slíkt Nákvæmlega en það sem er sko nú ég með kortinu fyrir fram að mig ætla að reyna að útskýra það svona svolítið erfitt fyrir hlustendur að kannski að meðtaka það, ég ætla að reyna að útskýra þetta kort sem ég með þetta fyrir fram að mig sem sýnir útbreiðslu rekonkista sko á 10. öld við lok 10. aldar þá eru kristni menn það er að segja Astúrias svona búnir að þenjast talsvert út og þeir byrjaði að fara út á þessar sléttur nú þekki ekki landfræðilegu hugtökin þetta eru sléttur sem þetta stundu verið kallað við erum að tala norðarlega á Spáni þannig eru sléttur og hálfgerðar eyðimerkur þetta er svolítið svona erfitt landsvæð og ég held að Astúrias er búin að undir lok 10. aldar búin að taka norður hluta Spánar og þá kemur fram nýtt konungsríki sem heitir León undir lok 11. aldar er norðurhluti Portugals og norðurhluti Spánar komin undir kristna stjórn undir lok 12. aldar þá erum við að sjá næstu því helmingin af Íberíuskaga vera komin undir kristna stjórn og það er síðan á 13. öld sem að stærstu hluti suður hluta Spánar það verður svona breakthrough frá á tímabili 1200 til 1250 þar sem að
stærstu hluti Suðurspánar, meðal annars Córdoba sem féll 1230 eitthvað. Sem við rættum hér í síðasta þetta, þessi mikla höfuðborg Al-Andalus, höfuðstaður bókmennta og lista og kveðskapar og læknavísinda og heimspeki og bókasafna, og svo að lokum á 14. og 15. öld erum við með hið pínlitla Granada emírdæmið. Þannig að við getum sagt það sko að framundir 1200 þá er línan svona þvert yfir Íberíuskagann. Það veit ekki. Mæli með að menn googli kort af þessu. Pointið er kannski það, þetta gerist auðvitað hægt og yfir langan tíma. Já, mjög langan tíma, og það sem að líka auðvitað, það sem kannski hindraði líka eitthvað með vekk fyrir að þessi kristnu ríki hafði lagt þetta ennþá hraðar undir sig, og það var náttúrulega líka deilur á milli kristnu ríkjana. Einmitt. Það var líka ákveð vandamál, og hvað gerur við landið sem var búin að leggja undir því? Hver á að fá það? Algjörlega. Portugal eða León eða Kastilía eða Navarra eða eitthvað slíkt. Já. Svo ertu með Aragóníu sem er í norðaustri. Já. Og þú ert með Kastilía verður til upp úr León og svo til þess að gera þetta flókið þá er þetta einhvern veginn þessir upprunalegu konungar Asturias voru þarna, þannig kemur orðið Alfonso og síðan eru alla þjóðarna með Alfonso, og þú getur verið með sko Alfonso annar og Alfonso þriðji og það getur verið bara sko hvert þessara ríkja sem er sko. Sumir að reynda til þessi bókin segja þá einmitt reyndan að skilja á milli með þetta í portugalsku þá var það Afonso án þessar með L. Já. Þannig að þá var það Afonso, þá var það portugalsku konungar, og Alfonso, þá var það Kastilíu. Einmitt. Og svo man ég ekki hvort það sé Alfons eða hvað það var í Aragóníu, en eitthvað neins slíkt. Nákvæmlega. En til dæmis að ég myndi skotið inn að til dæmis 1147 og bara tilgangur með nefnum þetta til að sína svona hvernig samspilu var flókið. 1147 þá var Afonso af Portugal að sitja Lissabon, sem þá var það ekki hluti af Portugal, heldur var þá hluti af þessum íslamska heimi, og hún tókst á að sannfæra krossfara flota til þess að styðja sig og aðstoða sig í umsátrinu, og þeir sitjum borgina og á endan þá tókst Afonso að fá borgina til þess að gefast upp og samþykkja skilmála, og þá brugðust krossfararnir ókvæði við og réðust á borginu og ruddust inn og slátruðu íbúum borgarinnar, bæði múslimum og kristnum, og meðal annars drápuðu biskup borgarinnar. Og þá er tilgangur með að nefna þetta er að sína svolítið að þetta er krossfarar her, og svo getur maður spurt sig krossfarar herin, hvað var þeir raunverulega að gera og hvers konar menn voru þetta? Jú, auðvitað voru einhverjir sem voru einlægir, ef maður notar það orðið, voru heitir í trúninu allir að bæta syndir sínar og halda í krossferð, en auðvitað var náttúrulega mikið á þessi líka bara tækifæri sinnar eins og eru alltaf í öllum hernaði og í öllum átökum. Algjörlega. Og það er mjög áhugavert að þú sér þetta oft, og þetta er náttúrulega eins múslimar voru að taka borgir, það var mjög oft að þeir voru til líka að drepa sína ímama og múslima og stráfella allafana fólk. Að þú ert kannski fyrst og fremst bara með menn sem eru að berjast fyrir einhvern auð og reyna að lifa af. Já, og þá, þú veist, endurheimt þarna, og eins og þú nefndir þetta í byrjun, þetta væri eitt stríð þar sem þú ert með þetta háleita markmiðan að gæsalapa, og nú ætlum við endurheimta lundir sem við mistum og frelsa bræður okkar í kristninni. Þá er það mjög skrítið og samsvarar ekkert alveg boðskapnum að þú síðan stráfellir þessa kristnu bræður og systur og drepur biskupinn þegar þú tekur ykkur á borg. Það er augljóst þá að þetta hérna er orðræðan sem þú heldur á lofti, og svo er kannski einhverjar aðrar kendir sem stýra. Það er bara þannig sem er alltaf. Sagt það alltaf, þú ætlar að frelsa íbúa Íraks frá Saddam Hussein með því að stráfella fólk. Nákvæmlega. Þannig að við sjáum sko, svo kemur náttúrulega sko, þú ert með kirkjan kemur inn í þetta líka og spilar þetta svolítið stóra rullu í þessu. Vegna þess að við höfum talað um það auðvitað, stór hluti af svona þessu sem við tengjum við vorum að tala um því síðast að þetta verður svolítið svona miðaldalegt þema auðvitað, þetta stór hluti af því auðvitað eru krossferðirnar
og á þessu sama tímabili erum við náttúrulega að tala erum við náttúrulega með krossferðar til heilugu landana en þarna voru háðar krossferði líka og páfar voru að segja sko þú getur fengið syndaflausn sko ef þú ferð í krossför til heilugu landana eða Spánar skilurðu og þá voru margir sem völdu að koma til Spánar til þess að berjast og það kannski svona líka þess að með Spánu þetta svona, kannski sé maður svona enduróm, ég veit ekki getur maður að sé eitthvað svona enduróm af þessu í hljómsins borgarastyrjöldinni skilurðu það er svona eitthvað svona tvo erkifjendur að berjast yfir á Spáni sem verða svona eitthvað svona alþjóðlegu sko og þú veist og hérna aðrar þjóðir að senda sko sjálfboðalega líka skilur til Spánar til að berjast fyrir eitthvað málstað, eitthvað svona alþjóðlegan málstað Það er áhugaður pæling Já, ég er nú ekki kýtt með borgarastyrjöldinni nógu vel en ég get alveg ímyndum mér að eitthvað slíkt það er kannski svona enduróma hjá fólki því það er nefnilega mjög áhugavert fyrirbyrði hvað með þetta varð vinsælt og hvað var mikið af ýmsum ævintýramönnum sem heldum til Spánar til að berjast í borgarastyrjöldinni Já, í borgarastyrjöldinni, já. Og þar var einmitt svona líka sérstaklega einmitt kommunistar og vinstri sinnaði menn og konur sem að voru að berjast fyrir þennan alþjóðlega málstað gegn fasismannum. Og það er eins að áhugavert með þessa endurheimti. Það er svolítið umdeilt í spænskri söguskoðun og hvaðan kemur þessu hugmynd í raun og veru? Hvort að er þetta hugmynd sem árætur sinur að rekja til Spánar eða er þetta hugmynd sem kemur utan frá? Það er mjög góða punktur. Og þá er til dæmis sumir sem benda á að þessi sko krossfarar hugmynd þá og búa til þetta rekonkvista og þessa endurheimtur hugmynd séu raun og veru þá áróðu frá Páfadómi og Frakklandi. Einmitt. Og þá komið þetta raun og veru að utanfrá og ég held að það sé svo bara ýmislegt til í því til að byrja með þarna 9., 10., 11. öld og alltaf voru þessi kristnu ríki náttúrulega sko, þau voru bara berjast fyrir lífi sínu þetta var pínlítil ríki sem voru bara náð á miskun kalifadæmis eins og eina ástæðan fyrir okkur kalifatnir lögðu ekki undir sig vegna að þetta voru svo fátæk og ómerkileg ríki þannig að það var ekki þessi virði Já, og erfitt að dröslast þarna upp í ykkur hlíðar og nákvæmlega til að ná ykkur á nokkar hræður en þá er einmitt sko sér maður þá að á þessum tíma þá eftir þó kannski 10., 11. öldina að þá náttúrulega var sko Clooney-hreyfingin í Frakklandi þessi hvað var kallað svona ákveðin svona endurreistur hugmynd innan kirkjunar og kirkjan átti að vera sjálfstæð stofnun Clooney-hreyfingin eiginlega það að meglu til styrkja páfadæmið páfarnir verða þessi miklu veraldlegu höfðingjar líka stýra herjum og blanda sér inn í pólitísk þrætuepli höfðingja og svona og svona krossferðina sem kom upp úr því náttúrulega með til dæmis páfa Urban II og fyrstu krossferðin og svona og þá náttúrulega sjá páfarnir auðvitað sem leik á borði og það er nefnilega áhvert að hugsa til þess sko hvað Róm og páfadæmi var náttúrulega mikill sko miðpunktur heimsins í raun og veru að þarna ertu með páfa sem þeir eru að spila í rauninu kannski eitthvað neginn sko þrívítarskák ef maður kallar það sem svo þeir eru að hugsa sko já hvernig er eiginlega þessi geopolítiska heimsmynd núna hvernig er þetta ok, Konstantinópel og Austrómurska ríkið já þeir eru að berjast við Tyrkina þarna Jerúsalem og tryggja það að pílagrímarnir komist til Jerúsalem ok Spánn, hvað er að gerast á Spáni? Jú, þarna eru kristin ríki að reyna að berjast við kalifadæmið hvernig getum við virkjað mannaflan í Evrópu alveg frá sko Noregi í norðri til Frakklands og Ítalíu og reynda að fá þess að höfðingja til að hætta að berjast við ykkur aðra og frekar að berjast fyrir sko kirkjuna og kristindómin og það náttúrulega blásið til krossferða bæði náttúrulega til Jerúsalemar og austur eftir og svo eins og þú sagðir líka fullt af krossferðum einmitt á Spáni þá algjörlega og þetta er náttúrulega þessi vígstöð auðvitað á milli hins kristna heims og hins íslamska heims það eru tvær ég meina það eru annars vegar við Austurnorska ríkið í Anatóliu og í Sýrlandi og svo hins vegar hann á Spáni sko náttúrulega bara austuvígstöðunar orðum að þannig
og Vesturvíkstöð þú veist, það eru þetta að hafa náttúrulega fengið miklu meiri athygli skilur þú veist, þegar þú segir þegar þú talar hugtaki krossferð þá hugsaðu strax krossferðina til heilu landana skilur en eins og þegar við tölum fyrstu krossferðina manstu, þá þetta vorum við að tala það manstu að það eru margir sakfræðingar sem eru að tala fyrir því til að fyrsta krossferðin hafi upprunalega verið skilur leið til þess að hjálpa Bísanskeisara skilur á þessum vígstöðum í kringum Antíókíu, nei hvernig var það í kringum hérna Níke eða hvað hétt borgin hérna sem þið voru það sem fronturinn var þar sko þú veist og síðan verður það þróast það út í að fara til heilulandana og þannig ertu þá auðvitað svo með Vesturvíkstöðuna sem eru þá hana á Spáni sko já, að þið menn sjá sér þá leika á borði, þú veist, það hefur voru tækverðarna því að náttúrulega þessi íslensku ríki þá voru búin að veikjast og það náttúrulega sogar að sér þá líka franska hermenn, franska riddara og hín og þessa svona ævintýramenn og bardagamenn og hvað það þegar þá taka þátt síðan í þá þessari endurheimt, þannig að þetta laðar að sér hermenn einmitt, og ég hef líka séð eins og svo talað sko með sko þú varst auðvitað með biskupa og kirkju sko biskupa og svona geistlega höfðingja á Spáni sem að voru að leggja talsvert mikið af bæði peningum en líka bara hermönum og riddurum og hergögnum til bardagana við múslimana einmitt einhvers staðar sá ég sko þess að var bara að vera að bera saman sko það sem einhverjir biskupar svona margir riddarar og svona margir fótgöngulegar og svona versus þá það sem einhverjir veraldlegir höfðingjar greifar voru að leggja til konungsins þá var þetta bara á pari líku við sko já, það er alltaf líka það sem er svo sérstætt við miðaldöðum hvernig þessir biskupar oft voru alltaf bara veraldlegir höfðingjar sem höfðu mannaforráð og jú höfðu sinn her eins og aðrir höfðingjar og svo það var líka mikilvægur hluti af þessu það var líka þessar pílagrímsferðir til Santiago de Compostela sem í norðvestur Spáni einmitt og það líka laðaði mikið að sér pílagrím og fólk hvað aftur verið að gera þar aftur? Hvað stýst það aftur? Ég verður vikinn ég mann þannig ekki almennilega sko en hann þetta ekki þetta ekki eitthvað píslarvottur já ég verði að googla þetta ég ekki svo vel að mér í þessu öllum þessum dýrlingum galsku kirkjunar nei já alveg rétt, jú ég hef nú lesið þetta þeir eru uppgötvuð gröf þarna 813 sem á að hafa tilheyrt þarna Jakobi sem var einn af postulunum 12 já þannig að það er einhver góðsögn í kringum það hann hafa haldið þarna og kristnað og það vatt upp á sig og þetta er risastór pílagrímastöð en þann dag í dag það eru menn sem er að fara sem halda til Santiago de Compostela í svona pílagrímsferðir þannig að laðar þessi mikið af ferðamönnum en allavega þannig að það var allir svona líka hluti af þessu og síðan er líka til dæmis mikilvægur hluti sem fellur mjög svo í skuggan á krossförunum í austri það eru jú þessar riddarareglur að menn þekkja náttúrulega Mysterisriddarana og Jóhannesriddarana frá landinu helga en maður þekkir ekkert eins og hérna ég með þetta fyrir fram að mig regla Calatrava og Alcantara og Santiago riddarana hef ég reyndar heyrt aldrei heyrt þetta en þannig ertu með alveg 3 riddarreglur sem voru stofnar sérstaklega til þess að berjast á Spáni og það menn treystu þá ekki nógu vel á riddarreglurnar sem hefur verið í austri Jóhannesarriddaran og Mysterisriddaran og vildu hafa sínar eigin einmitt já en svo þetta kom kirkjan að því líka að fjármagna þetta tala að hluti af 10 sem að konungar sem kirkjan hirti af löndum hún gat runnið til konunga í formi fjárstuðnings til þess að berjast gegn
múslimum á Spáni og þetta var hluti af því að fjármagna þetta stríð allt saman eða þessi stríð. Svo auðvitað önnur dæmi beinan fjárstuðning eins og til dæmis 1237 þegar Córdoba féll í hendur Kastilíumanna sem að var nú svona frekar tilviljanakennt og kannski meira tilkomið vegna þess hve stjórnendur þar voru tvístraðir og voru með allt niður sig. Þannig að hann kannski ekki einhvern veginn svona einhver hetjulegasta orusta sem að sögu fara af en það var allan mjög sögulegur atburður þegar hið mikla vígi múslim á Spáni Córdoba féll í hendur Spánverja eða Kastilíumanna. Að þá einmitt bauð páfi sko pening á svona árlegan stuðning til þess að byggja upp krististarf í Córdoba og hernað til þess að halda áfram að konsolidera þetta svæði undir kristnum yfirráðum. Og það mikilvægt þetta sem nefndir einmitt með tíundin og fjármunina sem runnu til konungana að það til dæmis og mér finnst svo sérstakt að þarna var þá undanþága sem þeir fengu til þess að viðhalda hernaðinum og endurheimtunum og allt þetta. Þetta fyrirkomulega hélst á allt fram til 1851. Í alvörunni? Þá voru konungar Spánar ennþá að fá tíundinu og þessa peninga í eigin vasa í staðin fyrir að þetta væri nota beint í góðgerðamáli eða hvað það er. Og var það þá hugmyndin að það ætti þá bara að vera til þess að berjast gegn múslimum á Spáni eða? Já, byrjar þannig að þeir fá þennan peninga þeir að berjast og svo bara vindur þetta upp og svo páfa reyndu á 16., 17., 18. öld að vinda ofan á þessu og breyta þessu en þeim tókst það ekki fyrir 1851. Vá maður, það er magna. Og svo líka ennfram, ég verð að skjóta það síðan, þetta er svo sérstætt hérna. 1778 að þá maður veitti smá fjárstuðning til krossferða þá gat maður fengið undanþágu frá föstu að borða að maður að halda sig frá kjöti þó í föstunni til dæmis fasta núna, það fasta fram að páskum og það fyrirbrigði sem var ekki afnumið fyrir á seinna Vatíkan ráðstefnunni og ég held að hún hafi verið 1962 seinna Vatíkan ráðstefnunni, það minni mig Vatíkan 2. Það voru ennþá undanþágur ef menn skildu fara í krossferð. Og þá einmitt eins og að segja hérna einnig annar bók sem ég las þá einmitt þetta, hún heitir Reconquest and Crusade in Medieval Spain og þá segir hann sko að það þá svona síðustu leifarnar af endurheimtinni og krossförunum á Spáni, það þá þegar þetta var afnumið á seinna Vatíkan ráðstefnunni. Þessi undanþága frá föstunni. Og þetta voru bara það 20-stöldina, það er stórmerkilegt. Þannig að katólska kirkjan stofnun sem sein til breytinga. Þetta líka sýnir þetta kannski bara rekonkista skilur að baráttuna fyrir þessu í kannski í þessu spænska DNA og í því hvernig þessu spænska ríki var til upp úr þessu og þetta er svona hluti af því hvað Spánn búin til úr. Einmitt. En aftur að þessu með með peningana, þetta voru líka dæmi sko til mis að sko páar tóku þessu alvarlega og þá voru dæmi að vera allir höfðingjar sem hafði fengið fjárstuðning til þess að stunda svona hernað og gerðu það svo ekki og voru kannski að berjast við hvern annan kristnir höfðingjar að kirkjan dróð þá tilbaka fjárstuðning sem þeir höfðu þannig að þetta var tekið alvarlega sko. Já Þetta var eilíft fjarkmaður og ekkert nema vandamál að fá þessa ribalda þessa hermenn til þess að hætta að berjast gegn hver öðrum og frekar reyna berjast á okkur uppbyggilegan hátt þess að kirkja myndi segja gegn þá múslimum. En hérna ef við tala eins svona þessi konungsríki Kastilía, León, Aragon, Navarra Portugal og mér er svolítið áhugavert hvernig Portugal síðan sko endar með því að einhvern veginn ekki, ég hef stundum hugsað út í þetta, ég er ekkert svo vel að mér í þessari sögu alveg en oft hugsað út í svona einhvern veginn, mann finnst svona eins og öll þessi, nú ætla ég að fara að segja krossfararíki, þetta er nú kannski ekki krossfararíki en öll þessi spænsku ríki einhvern veginn runnu saman
í spænsku krúnuna nema Portúgal Já, og síðan var þarna örstutímbil á 17. öld þar sem að Portúgal, nú erum við að fara hérna alveg fram og tilbaka í tíma en þar sem að Portúgal og Spánn voru saman í persónusambandi eða eitthvað álíka já, einmitt en annars hefur Portúgal alltaf verið sér en Portúgal verður auðvitað til eins og þessi hinn ríki þarna í kringum borgina Porto og Reconquista endar upplöðast ríki sem kemur fram úr þessu öllu saman er Kastilja sem síðan kjarnin í spænska konungsríkinu Já, og Kastilja og Aragon fléttast svolítið saman upp úr endalókum endurheimtarinnar í hjónabandi Ferdinands af Aragon og Isabellu af Kastilju já, og þau eru svolítið frægt par og ég held að þessi kannski eitt að fáum svona pörum í sögunni já þú með marga konunga og marga drottningar og marga páa og keisara en þú ert ekki með mikið af svona pörum Já, sem eru alltaf nefnd saman í sömu andrá Ferdinand og Isabella það er alveg rétt hjá þér og það er náttúrulega já, Isabella virðist að vera mjög fær stjórnandi í ýmsu leyti með það, hvert hennar sögulega minni er og það er mynd að þau eru alltaf nefnd saman og ég held kannski að það sé líka hluta því að þetta samband náttúrulega var kannski mjög snúið að því litunum til að Kastilja og Aragonia voru svo sjálfstæði ríki og enda er þannig enn þann dag í dag er mikil spenna þarna á milli Katalónia til dæmis, það er gamla Aragonia algjörlega og þeir eru, það er ennþá sjálfstæðishreyfing þarna og ég get alveg, nú þekki ég ekki þessa sögu í þaula en ég get alveg ímynda mér að það hafi oft verið já, á tæpasta vaði að mönnum hafa tekist að halda saman þessu þá spænska ríki og það hefði alveg getað farið svo að það hefði verið 3 ríki til dæmis en er þetta ekki svolítið svona eins og hérna bara England, Skotland, Wales, Írland þetta eru svona nokkar krúnur sem einhvern veginn bara svona renna saman Já, ég held að séum svolítið þannig skilurðu og þú hefði kannski alveg getað sagt þú hefðir alveg getað séð einhvers konar sögulega þróun þar sem að danska og sænska krúnan hefði runnið saman og til dæmis og þú væri bara með eitthvað Skandinavíu ríki Já, algjörlega algjörlega en þá sér maður síðan að þetta var þá síðan já, sameiginleg ákvörðun hjá þeim þá að leggja undir sig þá Granada sem þau síðan þá ná og þá svo sem ekki að fara í þaulan á því nákvæmlega orustur og persónur og eitthvað þannig í þessar endurheimt en það finnst mér það svo sem óþarf að vera fara svo nákvæmt í þetta annað sem ég finnst áhuga að verða í þessu og það þá til dæmis það að þegar við vorum búin að taka Granada að endurheimtin eru stoppaði samt ekki þá því eins og við töluðum í síðasta þætti 1492, úr bæði með náttúrulega þá Kólumbus úr náttúrulega bæði með uppgötvun Ameríku og svo náttúrulega með fall Granada og þetta Ameríka hafi verið uppgötvuð það í raun og veru er bara áframhald á endurheimtinni því það er einmitt þessi spænska arfleifð eins og við erum búin að tala við erum búin með kynslu eftir kynslu sem er búin að vera að berjast fyrir því endurheimta landið og það þá eru búið að búa til einhvers konar spænsk einkenni eða þá kastilísk, aragonísk við notum spænsk bara til þess að gera það þessi einfaldara sem felst þá í því að þessir íbúar íbyrjurska eru með einhvern veginn guðlegt verkefni ef við köllum það sem svo að dreifa kristninu þá heiminn og halda áfram yfir Gíbraltarsundi og leggja undir sér Norður Afríku og leggja undir sér allar indjánaþjóðirnar í Ameríku og kristna alltaf fólk og þú náttúrulega með og þetta hangir alveg saman algjörlega og þú náttúrulega með Portúgal náttúrulega líka má ekki gleyma því Portúgal er hluti af þessu algjörlega við töluðum aðeins Portúgal fyrir nokkrum þáttum síðan og hvernig portúgalska nýlenduveldi var til og mjög snemma fyrsta nýlenduveldi skilur og það er byrjað náttúrulega drifið verslun og svona líka en strax skilur á 16. öld skilur er farið að stofna nýlendur hér og þar í Afríku niður eftir allri Afríkuströndinni og út allt og með þessi kristnu trúboða allstaðar já, algjörlega
og náttúrulega Isabella og Ferdinand náttúrulega eru náttúrulega fræg í sögunni fyrir að þannig yfirbuga Granada og þetta en náttúrulega þetta líka fyrir það að vera svona patrónar fyrir nýlendubröltið í eða allavega landkönnunarferðir og svona. Já, einmitt, þú veist, þau létu hann Kólumbus einmitt fá féð og skipin sem hann þurfti til þess að geta haldið vestur. Einmitt. Og þetta hangir alveg saman og eins náttúrulega, þú veist, þetta til dæmis ástæðan fyrir því í dag að Spánn á ennþá tvær borgir í Norður-Afríku. Já. Það er annars vegar, þú veist, Ceuta eða hvernig sem ber það fram og er ekki Melilla. Já. Og ég held að þeir hafi sagt það sko að þeir munu afhenda Ceuta eða Ceuta hvernig sem að bera það fram. Já. Þeir munu afhenda borgina til Marokko daginn sem að Bretar afhenda Gibraltar. Já. Það er nefnilega einmitt líka sko ennþá mikið deiluefni Gibraltar. En umbreytingin frá Íslam til kristni á Spáni hún náttúrulega gerist hægt og bítandi auðvitað alveg eins og hún gerðist upprunnilega frá kristni til Íslam og það er auðvitað unnið statustöðu auðvitað því hver skipti sem að Spánverjar nú aftur notuðu bara það hugtak svona til einföldunar hver skipti sem Spánverjar lögðundi sig nýjar borgir frá Andalúsíumönnum að þá var fyrsta verk þeirra var að taka með sér kirkjuklukkur og kross til þess að festa á moskurnar. Já. Og þú tekit með mörg dæmi þetta, við erum auðvitað með alveg nokkur dæmi kirkjur sem hafa verið breyttar í moskur. Ekkert svona, þetta er kannski helst þarna svo með dæmi hið andstæða. Já. Moskur sem hafa verið breyttar í kirkjur og þetta frægasta dæmi þetta er náttúrulega þessi Meskita moska þarna í Cordoba, þessi mikla moska sem hafa breytt í dómkirkju. Einmitt. Og oft var þetta mikið blóðbað. Oft var þetta með blóðugt og en ekkert alltaf en oft var það og svo til dæmis kannski eitt af þessum blóðugustu dæmum er Malaga. Malaga er alveg síðast á Spáni þar sem að var snemma á 15. öld sem að Spánverjar tóku þá borg eftir langt og erfitt umsátur og þá voru þeir búin að bjóðast til þess að gera samninga, þeir voru ofta að gera samninga eins og til minnst, þú veist, þeir megi fara sko, gefið okkur borginnar og þá sko fáið þið safe passage sko, þá fáið að fara eða eitthvað álíka, eða þið fáið að við verndum, þú veist, íbúana en þú veist stjórnendurnir fara eða eitthvað svona en í þessu tilfelli þá hafnaði borgin því og endanum þá var tekið mjög alvarlega á íbúum borgarinnar og þau voru held ég bara nánast hver einasti íbúi seldur í þrældóm kannski eitt af þessum svona blóðustu dæmum þarna en á sama tíma þetta voru líka þar kristnir stríðsfangar sem voru að rotna þar í dýflisonum sem voru frelsaðir alveg náfölir og þú veist alveg að deyur hungri en síðan farið aðeins linara að þegar Granada féll þá fengu menn að þá var emirinn látin fara en íbúunum var hlíft og þeir áttu samkvæmt samningurinn sem var gerður við Granada er ennþá til og það átti að leyfa fólki að halda áfram að iðka sína múslimsku trú en það sem að gerði síðan í framhaldinu þessu þetta var að hvernig var þetta þau byrjuðu á því að uppræta gyðingana, það ekki reka gyðinga í burtu og þá voru ykkur 100.000 gyðinga sem voru reknir frá Spáni og þannig bleið því að Spánn náttúrulega þegar við erum að tala um þetta umburalenda samfélag miðalda og allt þetta það var náttúrulega miðstöð gyðingdóms í Evrópu á miðöldum þangað til að Spánverjar hröktu gyðinga frá Spáni og eftir það var miðstöð gyðingdómsins í Evrópu í Pólandi og í Austur-Evrópu þangað til í seinni heimsstyrjöld og staða múslima var vernduð í byrjuninni hérna eftir rekonkista en sem að teki hart á því það er líka snýrst líka það að
kristnir höfðingjar í gegnum eiginlega allt þetta tímabil reyndu oft að vera umburðarlyndir og hvetja fólk til þess að vera á landsvæðin sem voru að leggja undir sig og það snýrst náttúrulega bara peninga eins með múslima auðvitað þegar múslima voru að leggja undir sig kristnar þjóðir þú vildur þetta að bændurnir héldu áfram að rækta sínar algjörlega rækta korn og huga áveitukerfum og huga hrísgrónum og passa upp á ólífutrénu og allt þetta af því að þá kannski þú skattlagt það já. Þannig að það náttúrulega hélst alveg í hönd og það svona til dæmis eftir að menn voru búin að ganga svona hart fram í Malaga þá var náttúrulega það þetta líka ógn við Granada það var náttúrulega ástæðan líka fyrir okkur Granada gafst tiltölulega auðveldlega upp að því náttúrulega það þér mest í hag að geta sami bara að taka yfir borg í staðin fyrir að fara gegnum dýrt umsátur algjörlega en það einmitt eins og þú segir sko, þarna voru gerðir ákveðnir samningar og fyrst til að byrja með þá vildu menn ju halda í múslimana einfallega vegna þess að þú veist þeir voru bara mikilvægt tekjulind já. En svo samt byrjar þetta ferli að múslimarnir eru að horfa upp á það að þarna missa þeir stöðu sína þarna þeir ekki lengur herraþjóð heldur eru þeir undirsátar það búið taka moskutna þeir og gera þeir að kirkjum það komið pressa auðvitað á það þá núna að taka upp kristni sem ju dauðasök í Íslam þannig að hægt og rólega að þá upplifðu múslimar í Granada þetta sem of mikla kúun og það endaði ju með uppreisn ef mann rétt. Jú, sko þeir undir lok 15. aldar, mann ekki nákvæmlega árein í þess að kannski skiptir ekki öllu máli en þú veist þá sko þá gera þeir uppreisn og þeir spænska krúnan sko bregst þá við með því að banna Íslam sko. Já. Og þvinga fólk til að skipta trú. Já. Og þá svara þeir fljótlega því í Norður-Afríku, múslimarnir þar með því að gefa út svona, hvað heitir það, fatwa, heitir það ekki svona fyrirskipun eða þannig sem segir sko það í lagi að þykjast vera sko, þú ert ekki það er ok skilur ef þú konverterar yfir til eitthvað aðra trú ef það er gert skilur með sverðum hálsina þér sko já. Eitthvað svona til þess að hlífa þessu fólki og síðan varstu þetta með sko þá fyrrverandi múslima sem höfðu sko gerst kristni sem voru þá þú veist þetta múslimar í leyni skilur eða svona kryptomúslimar já. Og þetta fólk hefur verið kallað sko morisco á spænsku já og þarna Marranos líka, það er svín held ég á spænsku en allavega og morisco eru þá já og það er þá fólk sem að sko eina eða tvær kynslóðir eftir þetta þá á hvað við segja á 16. öldinni þá það er þá með fólk sem að þú veist búa til það eru dæmi litteratúr sem búin til af þessu fólki það sem að þú veist tungumáli að glatast en þau halda í ritmáli það eru til sko bækur sem eru skrifuð á spænsku eða þú veist þessu róman eða hvað þetta heitir þetta tungumálan eða spænsku, protospænsku sem eru sko skrifuð með arabísku letri sem eru að halda í sínar hefðir til á bókusöfnum og svona 1609 er árið sem að er tekið algjört crackdown gegn þessu fólki og moriscos eða fyrirverandi múslimar og afkomendur þeirra eru þá beinlinis hraktir úr landi og ég held ég að við séð þetta alltaf með svona tölur og reiki sko ekki talað kannski 300.000 gyðingar sem voru reknir og svo eitthvað á bilinu 3 til 500.000 múslimar eða moriscos sem að voru þá reknir þannig að þetta er mikil mannauður sem að fer og menn hafa það verið verið nefnt að mikið af þessu fólki þetta voru bændur út á landi og eins og við töluðum með minni síðast að þetta að mikið af þessum orðum í spænsku svona koma úr svona landbúnaður og hugtök og svona Azúcar til dæmis, ég held að það sé sikur það eru arabísku einmitt
Já, og þannig að sko það var ákveðin svona verkmenning og kunnátt að þetta sem að hvarf svolítið úr sveitunum Já, með þessu fólki já, þannig að sko þetta er auðvitað alltaf þannig og auðvitað önnur mýmörg dæmum svona eins og bara þegar Robert Mugabe rak alla hvítu landnemana frá Zimbabwe Já. og svona alla bændurnar þá auðvitað liður nokkur ár og svo að hungusnið þannig að þú veist, menn tapa á þessu auðvitað Já, að vera með svona að vera svona harðir við minnihlutahópa plús það líka mikið af þessum fólki utan var líka fólk sem voru orðin raunverulega kristið en hafði þennan Morisco stimpil á sér þannig að eitthvað að kristnumönn voru líka hraktir Já. að því að mann gengur með hart fram Já, en svo hefur líka verið talað þetta sko, þetta var ekkit sko, þessi tölur, nefndar þessar 100.000 á svona en það er líka alveg talað 20.000 sko sem fór ekki neitt sko Já, og var ekkit hægt að reka og svo líka fullt af fólki sem kom aftur já, og það er svolítið áhugavert það er einmitt líka áhugavert alveg bara þvílíkur hópur af fólki sem að fór til Norður-Afríku Já, og fann sig ekki þar og kom aftur sko. kom aftur og líka fólk sem gat verið heima fyrir vegna að þú veist herran þeirra hélt þrífiskildi yfir þeim og dró lappirnar og jafnvel að fela fólk og slíkt Já, að því að en síðan alltaf þetta er líka snýst peninga því það er líka það sem er svo grátlegt og þetta sýnir svo mikið oft svona hvað mannskepna getur verið grimm að til dæmis þegar að menn tóku þessu ákvörðun að til dæmis þá þessi Moriscos í Valencia sem er þá á austurströnd Spánar að þá fengu menn til dæmis 3 daga tækifæri til þess að græja sín mál og svo áttur að hafa það út úr landinu já, og þá var til dæmis settur á 50% útflutningsskattur já. þannig að það var náttúrulega augljóst það er náttúrulega líka bara verallega leiðtögar að sjá sér leika á borði og heyrðu nú ætlaðu að féfletta þetta fólk Einmitt. og það er til dæmis eitthvað sem sko gyðingar hafa verið hraktir út úr hverju einasta Evrópuríki á einhverjum tíma í mannkynssögunni og svo er spurningin, af hverju var alltaf verið að hrekja gyðingarna út það var ekkert bara til þess að losna við gyðingarna heldur þau voru búin að segja við einhvern heyrðu, þú voru að hafa það brott, hvað þarf það að gera? Jú, það þarf að selja þetta húsið þú getur ekki tekið með heldur alla fjármununa þeina þannig að oft var þetta líka bara tekjulind furstinn hérna í Mainz eða konungur Englands eða hvað það var, furstinn í bæheimi vantaði pening, heyrðu hvað með gyðingarna, getur við ekki rakið þá á brott og fjárflétt og náðu okkur smá pening Nákvæmlega. og svo er þetta eitthvað sem hefur endurtekið aftur þannig að það er líka hluti af þessu þannig að þetta er bæði þetta trúarhiti og reyna að búa til þá bara eitt kristið samfélag og svo sá menn sem leika á borði og slá margar flugur einu höggi heyrðu, við getum líka náðið hellingspening í ríkiskassan Einmitt. Nákvæmlega. og síðan er blótið sem ég að lesa hérna að hluti af þessu fólki til dæmis var tekin hópur bara og sendur til Óran sem er í Alsir í dag þá segir hann sko auðvitað eins og segir með tölur þetta og reiki og svona en þeir segja að það hafi verið 116.000 sendt til Óran og svo voru menn hraktir út í borginni og bara haldið áfram að labba, gangi ekki vel og þú hugsaði hvað þetta hefur verið hryllingur, þú veist, fólk með Einmitt. bara eitthvað smá hluti sem það átti og svo ertu bara sendur út í eyðimörkin og herri, þú fær bara að retta þér eitthvað neginn. En svo spurning hvernig þessu fólki var tekið síðan í Norður-Afríku Svo það er það líka spurning. Ég get alveg ímyndað mér að einhverjum hafi verið tekið vel en ég myndi ímyndað mér líka að eitthvað af þessu fólki það kannski enda sem þrælar eða hvað það er, þú veist, það er allir gangur á því menn sá sér leika á borði og hvar las ég það? Jú, það var einmitt hvernig var það? Var ekki einhver kristinn riddari, frakki eða hvort það var gyðingur sem náða að samfæra hóp af kristnum mönnum að halda með sér í pílagrímsferð eitthvað suður eftir og svo þegar hann var komin einmitt inn í Al-Andalus að þá nýtti hann tækifærið og seldi þetta fólk í þrældóm og lifði síðan í velistingum á peningunum. Það spurning hvernig hann hefur sofið á nóttunni með þér. Já, það er rosalegt. Það sem er svo grátlegt, þetta er oft gerst í mannkynssögunni að menn hafi platað fólk á þennan hátt. Svo barnakrossferðin, hún endaði svona fullt af börnum sem var safnað úr Vestur-Evrópu og upp á skipheldi í Genu og siglt með þau til landsins helga og þar voru öll seldi í þrældum. Þetta er
nasty business maður og hugsa sér allt fólki í Malaga maður sem bara heilu fjölskyldundar maður og þetta ógislegt. En herðu, heldur við þurfum að fara að ljúka þessu hérna fljótlega. Við erum komin á tíma. Svona aðeins til þess að enda þetta spátnu þetta, þessar krúnur, Kastiljarg og allt þetta rennur saman. Þetta verður að Spáni sem við erum búin að segja þetta milljón sinnum. Áhugavert að bera þetta saman við fall Austur-Evrópska ríkisins og hvernig Ottoman-veldið rís upp úr rústum þess. Þar auðvitað eru hinnir heiðhernumda fólk ekki rekið svona í burtu eins og á Spáni. Nei. Þar auðvitað eru lifir patriarkin í Konstantínópel góðu lífi Jú. eða þannig, meða við Já. muslimann á Spáni sem að voru hraktir í burtu og hérna ég held að svona leifarnar af þessu fólki eða þessum trúarhópum hverfur svona bara hvenær það? Svona á síðustu leifarnar 18. öld kannski af svona þessu original Islam á Spáni er farið. Já. Kemur ekki aftur fyrir bara á 20. og 21. öld sko með innflytjendum. Einmitt. Og það auðvitað hjálpa til við að byggja undir þessa sérstöku ímynd Al-Andalus sem við ræddum hér í síðustu þætti. Bæði hjá Spánverjum sem hluti af þeirra upprunasögu en líka hjá Örubum og múslimum. Einmitt. Sem hluti af þeirra svona paradísarmissi. Og þá verður ég myndi að skjóta því eina að meira að ISIS þegar þeir voru nú upp á sitt besta, þeir gerðu með tilkall til Spánar líka og Al-Andalus. Já. Herri, ég held að sé örugglega mýmart meira sem hægt að segja þessa hluti Al-Andalus Reconquista, en ég held að við verðum að setja punktinn hér. Þú ert að fara að grilla. Jú, það er planið. Þú ert að fara að grilla og ég ætla að hleypa þér út í sólina. Jú. Tveggjast eða hittið eða hvað það er. Er ekki hann að Íslendingar grilla bara svo lengi sem það er ekki í rigning? Jú, það er þannig. Það er kannski bara líka í rigningu. Já. Hörru, þá segjum við þetta gott hér í dag af Hlaðvarpinu Söguskoðun. Við snúum hér aftur í næsta þætti með eitthvað allt annað málefni að ræða hér af sögulegum og sagfræðilegum toga. Minnum á vefsíðu þáttarins söguskoðun.com. Það var samband við okkur á Facebook síðu þáttarins eða á söguskoðun@gmail.com. Að því sögðu þökkum við fyrir okkur hér í dag. Verið sæl.